girl! Við erum með skemmtilegan þátt. Já, við erum með mjög skemmtilegan þátt. Við ætlum að taka smá öðruvísi, svona okkar take á hlutina. Geggjaðir, rauðir og grænaflagsfánar. Og ég meira sér dressed to impress. Já, ég þetta kom ykkur Green. rauður. Nei. Já, það er... Oh no, I would be the red flag. Yeah. Nei. We're going for the green. We're going for the green, of course, always. Við erum sem sagt að fara að ræða rauða og grænaflags, bara svona spurningar, alvöru sögur. Frá fólki eða stelpum. Já, með þess, það eru sem sagt alvöru vandamál eða hvað það er og við ætlum að gefa svona okkar take á spurningar sem hafa verið settar út í kosmosið. Já, og svona hvort okkur finnst þetta vera rautt eða grænt flagg. Já, og alveg bara svona, er þetta eitthvað big deal eða þú veist, er þetta bara eitthvað svona, ok, þú veist, þetta er ekkert svo slæmt eða þú veist, hvað það er. Og við ætlum að lesa upp sögur sem að ég hef ekki heyrt sögurnar sem þú ert með og þú hefur ekki heyrt sögurnar sem ég er með. Akkurat, og svo ætlum við að reyta þær með rauðum eða grænum fána. Já, akkurat, og svona gefa okkar take kannski á hvað okkur finnst það sem við erum að ræða Já. Þannig að bara vonandi njóti og já, svo megið þið endilega kommenta hvað ykkur finnst og hvað sögur ykkur finnst áhugaverðar og hvað ykkur finnst Það væri ógeðslega gaman að fá sögur frá ykkur. Algjörlega, svona persónulega sögur. Já, þá getum við tekið það í einhverjum öðru þætti, lesið það upp. Akkurat, af því að þú veist, við erum alveg til í að taka einhverju svona, það þarf ekki að vera eitthvað svona sambandssögur, bara einhverja krassandi sögur eða hvort það sé eitthvað svona sem að þið viljið fá okkar take á og þið getið senda okkur í einhver skilaboðum á Instagram eða á áhærraplani@gmail.com. Já. Og við munum fara í gegnum það og ef það er eitthvað sem okkur líst vel á þá getum við bara tekið það fyrir í einhverju þætti, sko. Og kannski bæta inn í að það verður líka gaman að fá vandræðalega sögur. Vandræðalega sögur, það þarf ekkert að vera eitthvað sambandssögur. Þetta getur verið dating-sögur, þetta getur bara overall einhver vandræðalega vinnusaga. Akkurat, eitthvað sem þið viljið deila með okkur og viljið gleðja aðra með einhverju vitleysu. Það er bara, við erum alltaf til í eitthvað svoleiðis af því að okkur finnst gaman líka að lesa sögur og fá kannski svona að vita hvað, þú veist, annað fólk er að gera lendi og svona hvað okkur finnst það og svo fá ykkar take á því þetta líka. Þannig að já, mér finnst það skemmtilegt. Það er gaman bara að taka svona smá létt svona spjall hluti sem er að gerast í daglegu lífi á fólki, skilur. Svingar að taka trollakast í sófanum. Já, það er alltaf 100 staðnum, þannig að ef þið heyrið einhver hrótuljóð eða svingljóð. Búkljóð eða eitthvað. Prumpuljóð, það erum við ekki bara með í maðurum. Alltaf saman dæmi. Sko. Það er svo fyndið að þegar við byrjum að tala þá byrjar hún í sófanum bara. Já. Hvað? Já, akkurat. Ó nei. Þátturinn byrjar vel. Þetta er bara, það eru svo tveir hundar hérna. Afsakið. Svona er að eiga fur babies. Já, guð. Herðu, eigum við að byrja á sögum? Á ég að byrja á sögu? Já, byrja þú og ef ekki bara svona gera svona skiptast á. Já, akkurat. Ég tek fram að þetta er allt anonymous og við erum með alvöru sögur frá alvöru fólki og þetta eru íslenskar sögur. Já. Notabenni. Nákvæmlega. Þannig að, já, hérna segir ein. Á maður alltaf að trúa því ef stelpa segir að kærasti manns hafi haldið framhjá manni. Auðvitað myndi hann líklega neita en erfitt að vita hverju maður á að trúa. Ok. Sko, þú veist, mér finnst erfitt að setja flagg á þetta. Já. En það sem mér finnst allavega er svolítið bara svona, ok, af hverju ætti í fyrsta lagi að vera að segja, þú veist, að hann sé að halda framhjá ef hann ekki gera það. Þú veist, hvað hefur stelpan að græða, skilur, sem er að segja við hina stelpuna? Sko, hún gæti verið bara eitthvað jelly. Já, en samt. En samt, já. Bara why? Ég veit að, sko, ég myndi samt ekki láta þetta, þú veist, vera make it or break it. Ég myndi taka þetta af því að, þú veist, og svona, þú veist, geyma það hjá mér og vera meðvituð af því að ef hann er að þessu, þá mun koma annað tilvik og þá er þetta 100% accurate, skilur við. Og þú veist, síðan spurning líka bara, talaðu bara við kærastæðin. Já. Þú veist, segðu bara, heyrðu, ég frétti hérna að þessari stelpu að þú hefur verið að gera eitthvað að jærja hvað það er. Og þetta er engin svona nákvæm útskýring á hvað hann á að hafa verið að gera eða þú veist, kannski svona, þetta er ekki alveg svona detailað. En einmitt, það er bara, communication is key. Þannig að þú veist, ef þú veist að, og líka bara fyrsta lagi, ef þú fer með til kærastæðins og viðbröðans er ekki strax bara, hvað minnur, hvað fréttur það? Af hverju ertu að segja þetta? Og þú veist, og hann byrjar ekki að fara í vörn.
Það strax hérna. Það rautt flagg, sko. Það major red flag ef að gaurinn byrjar að fara í vörn og þá þýðir það mögulega eitthvað á bak við það. Já. En ég myndi taka, þú veist, öllu svona með vara af því að sko nú tala ég frá minni reynslu. Þú veist, ég hef lent í því að, þú veist, sá sem ég var með í sambandi at the time, hann fór í eitthvað partí og þar var einhver gæi sem var eitthvað, hey, ég var að tala við Báru þarna eða, þú veist, ég og Bára vorum einu sinni eitthvað bla 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 og ég bara eitthvað, ég hef aldrei séð hennar mann á ævinni minni, þú veist, og ég bara eitthvað, oh my god, fólk bara stundum bara að ljúga for the fun of it, sko. Já, sem mjög skrítið. Sem mjög skrítið, en þú veist, þetta actually bara kom fyrir mig og ég var bara, herðu, ef ég hefði einhvern tíma verið að deyta hann í gæja, þá myndi ég bara segja því það var fyrir okkar tíma, en þú veist, ég hef aldrei séð hann. Já, bara what do you mean? What do you mean? Já, en það svona mjög illa séð og bara, þú veist, come on, ekki gera það. Sumt fólk mjög ekki, sko. Já, þú veist, en það líka alveg bara svona, ég veit ekki, ég fæ bara svona, þú veist, hvað hefur þessi manneskja að græða á því að segja eitthvað svona og líka bara svona, ef hún að því, þú veist, bara eitthvað, ok, þetta náttúrulega sambandið ykkar, talið þið saman, þú verður líka svolítið bara svona, treystir þú partnerniðinum, skilur, þú veist, þetta bara svolítið svona og þú veist, einhver evidence bak við þetta, eitthvað sem, þú veist, eitthvað sem bakkar upp hennar sögu? Já, af því að, þú veist, einmitt, ef þetta rétt, þá mun koma meira í ljós sem að bakkar upp þessa sögu. Algjörlega, og líka allt framhjáhald, það kemst upp á endanum, 100%, þú veist, og sérstaklega ef maður með eitthvað svona gut feeling, maður sé eitthvað þá myndi ég 100% tjekka því, sko. Þannig að ég myndi segja að við erum með í rauninni, sko, Bæði, já, þetta svolítið svona fer eftir hvernig bara partnerinn bregst við. Já, þetta svona red flag ef hann að fara að vera eitthvað í vörn, green flag ef hann bara að fara að vera eitthvað, nei, ástu mín, ræðum saman, bara hérna, af hverju heldur þetta? Og svona, og líka bara svona, þú veist, ef þið voru ekki byrjuð saman, eða þið voru bara að deyta og hafa kannski að tala við aðra gælu, þú veist, at the time áður við þurfum eiginlega svona meira, þú veist, hérna clarity, detail í stóriðið, skilur. Þannig að við getum eiginlega ekki alveg svona gefið kannski nákvæmt rauð og greinflags, þannig að þetta er svona either way. Já. Þannig ég er smá hérna bara, þú veist, takið þetta inn og þú veist, notið síðan framhaldið til þess að judge about it. Já, mögulega grænt flagg hjá stelpunni að segja frá þetta satt. Já. 100% þá alltaf grænt flagg en rautt flagg ef hún ljúga. Já. Og þú veist, já, ég veit ekki, stundum út frá svona myndu kannski aðilar heimta að fá að skoða social media hjá fólki. En ég meina líka bara, hvernig myndur þú samt taka því ef að, þú veist, ef að þetta kæmi upp, þú veist, og partnerinn væri bara eitthvað, heyrðu, má ég fá að skoða Instagram bara messages hjá þér? Já, ég hef ekkert að fela, myndi alltaf segja. Já, þannig að ég myndi segja að það væri red flag ef hann væri bara, nei, það er persónulegt og bla 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 og ég eitthvað svona. Já, þú þarft ekkert að sjá það, þú verður bara að treysta mér. Já, en sko, málið er að þú þarft ekki endilega að vera að skoða kannski conversations milli hans og vinar hans, skilurðu, en nei, það er líka svolítið svona, sko. En svona, er hann bara, þú veist, er hann að tala af einhverja stelpur, skilur, þú veist, það er verðt að skoða náttúrulega þetta, en þú veist, þetta er bara svona, já, it goes more beyond. Herru, afsakið, ég ætla bara að setja henni í búr. Já, þannig að ég skilji. Ég vil fá að heyra hvað þú ert með. Sko, ok. Við erum bara með þetta, it's real life hérna. Já, nákvæmlega. Fyndi að því ég var literally helt á henni, hún bara, já. Ég bara, ó nei. Bara, enjoy the sounds, guys. Ok. Sko, hæ, mér vantar ráð, kærastu minn sem ég hef verið með í 5+ ár, hélt fram hjá mér með strák. Hann veit ekki að ég veit af því, en ég veit ekki hvort að ég á að segja honum að ég veit eða bara gleyma þessu. Ég er mega hrædd að hann hætti með mér og að hann sé samkynhneigður eða vill fara í opið samband. Af hverju ertu hrædd það? Fyrsta lagi. Rautt flagg, bara fyrir ykkur sem fyrir ekki I would dump his ass! What the actual fuck? Einhverja fucking 10, sko. Ok, í fyrsta lagi, þá er hann, ok, samkynhneigður eða bi, whatever, skiptir ekki máli. Hann er haldið fram hjá þér. That is the biggest fucking red flag. Það er bara fyrsta sem á að vera bara eitthvað, bi, farðu, bless. Já. Þú veist, bara ágæðin sem skiptir máli hvað er kynindir. Þetta er bara, he is fucking cheating. Já. Já, nei. Bara svo allan daginn og þú veist, ef hann er bara eitthvað living a lie með henni en hún vill samt ekki að hann fari, come on. Have some self-respect, dude. Af hverju myndir vilja vera með manni sem hann vill ekki vera með þér, skilurðu? Þú veist, minna þótt hann vil líka vera með henni, þú veist, þetta er samt bara eitthvað svona, hann er að fara bak við, hann er ljúga, þú veist, það er bara
ekki gera ykkur þetta, þú veist, ef þið vitið að partnerinn ykkur ljúga, þú veist, bara, það er ekkert fyrir að breytast. Nei. Þetta er bara, þú veist, cheat is gonna cheat. Og ef hann er bara að gera einu svona, hann er bara að gera aftur. Og líka sérstaklega með karlmanni, þú veist, þetta er bara eitthvað smá svona, sorry, ég fæ bara svona, why? Þú veist, ég myndi fara í svona, nút bara eitthvað svona, þú veist, ok, er hann samkynhneigður, ef hann samkynhneigður, af hverju hann þá með mér, skilju, þú veist, svona, maður myndir náttúrulega fara út í þann pakka, þú myndir gera náttúrulega ógeðslega mikið, þú veist, upp á sjálfstraustum hans að gera, ég myndi, já, en þú veist, þetta er líka bara illa fucked up dæmi, að við bara eitthvað, Sorry, I just see that, sko. Já, þetta er 100% þar, að þið líka, þú veist, hann er bara fyrst og fremst að halda framhjá og hún er bara eitthvað, en ég, vill ekki að ég er hrædd að hann hætti með mér. Hvað meinar hún? Nei. Hann var hræddur að þú hætti með honum af því að þú ert að fara að gera það og ég vonu sennilega að það hafi gert það. Oh my god, please. Girl. Dump his motherfucking ass. Þetta er bara, stundum maður bara eitthvað svona, ok, þú veist, nei. Þessu tilviki bara eitthvað, það er ekkert annað í stöðinni en að fucking dump. Já, líka, og hvað, opna sambandið og hvað, fá annan gaur og svo ert þú bara allir þeir gaurarnir bara eitthvað að og ætlar þú bara að vera eitthvað, that's my man. Ég meina, unless they do her too, nei, ok, þú veist, ég veit ekki. Ég ætla ekki að dæma. En þú veist líka bara, ok, allt í lagi, segjum svo ef fólk er í opnu sambandi og vill það og og það er eitthvað svona þeng sem hún var alveg opin fyrir, samt sem áður það breytir því ekki að hann fór á bak við hana, hann hélt fram hjá henni. Og þú veist, ef þú vilt opna sambandi með makaneinum, þá þarftu að ræða við makanein við það fyrst, þú gerir það ekkert bara sjálfur og ferð svo bara eitthvað, heyrðu, ég er búin að vera sofandi hérna hjá þessum og þessum, ert þú ekki alveg til í þetta líka? Nei. Og líka bara einmitt því að segja, ef hann er, þú veist, curious, þú veist, það er ekkert að því, skilurðu. Já, en þú átt maka. Já, nákvæmlega, þetta er svo rangt gagnvart henni. Já. En það sem ég finnst bara skrítnast af öllu er hvernig hún er bara hrædd að missa hann. Já. Og það er ógeðslega sad, því hann er að fara bak við hana, sko. Já, af því að hún á náttúrulega bara að vera reið og vera bara eitthvað, fuck you dude. En svo náttúrulega ef maður er ógeðslega hrifin af aðalinum, þá náttúrulega verður maður bara eitthvað svona sár og leiður og eitthvað. Og þetta er einhvern veginn, ég held að sé líka bara að því að maður er einhvern veginn að syrgja það að manneskjan er önnur en hún, ef maður hélt að hún væri, skilur. Já. Þú veist, og þetta er bara eitthvað svona, ég trúi ekki að manneskjan sem ég hélt að elskaði mig eða eitthvað er, að gera mér þetta, skilur. Og þá náttúrulega, og allt í einu bara eitthvað orðin kannski einhver allt önnur manneskja og sofa hjá gaurum og eitthvað, þú veist, þannig að, já, þannig ég segi bara, þú veist, fuck that dude, það skiptir ekki mála út sér svo gaura í gellu, fuck that fucking dude, þú veist, bara dump him, það er bara, já, rosa mikið, rautt flagg, já, ok. Ok, hvað er næstu á þér? Herðu, ég hef með eitt kærasti minn er pirraður ég fær í lip filler og finnst ég vera meira aðlaðandi án þess að hafa. Var með lip filler fyrir 2 árin sem við erum búin að vera saman en var nýlega að taka úr vegna migration, sem migræni. Ég vil svo mikið fá hann aftur. Nei, migration. Já, vegna migration. Já, það er þegar efni fer út fyrir varnar. Það er að migrata. Já, sorry. Já. Ég bara, migration, migræni. En það gerist alveg með tímanum, sérstaklega ef maður er með mikið í vörunum. Já, það fer það að migrata. Já. Ég vil svo mikið fá aftur en hann segir að það sýni óöryggi og honum finnst bara fárlegt að ég vilji fá aftur. Mér finnst ég aðeins sætara með smá fyllingu, hver er ykkar skoðun? Ok, í fyrsta lagi þá finnst mér hennar, þú veist, body, hennar ákvörðun og hún er að gera þetta fyrir sjálfa sig. 100%. Og mér finnst svolítið svona, þú veist, jújú, hann getur kannski haft eitthvað með að segja, þú veist, hvað hann svona fílar meira, en þetta er samt ekki hans ákvörðun. Nei, sko. Líka, við erum að tala bara lítið, það er ekki eins og hún sé bara eitthvað, þú veist, að fara eitthvað over. Nei, en hún er einmitt svona, einmitt að því hún er greinilega hrædd að fá migration, skilur, þú veist, þannig að hún vill greinilega ekki fara of mikið. En, sko, mér finnst einmitt líka bara, þú veist, þú náttúrulega gerir auðvitað bara það sem þig langar að gera. Já. Þú veist, það er líka bara svo mikið misconception að maður sé alltaf að gera eitthvað fyrir karlmenni eða aðra, skilur. Maður er að gera þetta svolítið fyrir sinn bara líkams standard, maður er bara einhvern veginn, við erum með öll okkar standarda á okkur sjálfum, skilur. Akkurat. En þú veist, þetta er svona svipað eins og ef að gellan myndi vera bara eitthvað, nei, þú mátt ekki vera í klippingu, ég vil bara sérst alltaf svona. Þú veist, þetta er ekki, þú getur ekki gert partnerinum þetta og vera að leggja honum svona línurnar, sko, þú veist, af því að hann verður að hafa ákveðið svona self-control bara. Já, og bara svona gera það, geta stjórn og líka bara, þú veist, klæðburður og annað, skilur. 100%, af því að
líka bara, henni langar greinilega að gera þetta. Þannig þú veist, ég segi bara go for it. Akkurat, sammála. Og hann á bara styðja hana, en hann getur samt sagt, hey, ef það fyrir að migrata, þá fíla ég það ekki eins mikið, þannig getur við passað að það gerist ekki. Það vill enginn hafa migration, come on. En ég meina líka bara, þótt að honum finnst það ekki flott, skilju. Þá það samt svolítið bara svona, þú veist, þú elskar hana og þú vilt vera með henni, þú veist, þá bara það svolítið bara svona, þú þarft svolítið að setja bara við að þetta sé eitthvað sem hún vill gera og þú veist, það bara allt í lagi ef þér finnst það ekki flott, en ef henni finnst það flott, þá það svolítið það sem skiptir meira máli. Þegar maður ekki að gera þetta fyrir partnerin sinn, en þú veist, þau þurfa þá bara að díla við það þegar allt því kemur og ef hann bara eitthvað, ég get ekki verið með þér út af lipfillers, þá það big red flag. Nei, bara eitthvað, þá það ekkert eitthvað ást, sko. Þetta alveg svolítið controlling að þú veist, þetta bara svona svipað eins og vera bara eitthvað, ég fíla ekki að gæla hann með neglur eða augnár eða eitthvað. Já, ég skil ekki á hverju gera þetta, þú þarft ekki að skilja það, þú veist, þetta bara svona, þú bara, getur verið bara, þú veist, þú mátt alveg segja þín skoðun á hlutunum, þú veist, þér má alveg finnast það sem þú vilt, en það einhvern veginn, þegar það komið út í eitthvað svona, nei, ég vill ekki að gera þetta, eða þú veist, þú mátt ekki gera þetta, þá það ógeðslega mikið rautt flagg. Þá getur við farið út í, ég vill ekki að sérst að vinna í þessari vinnu, ég vill ekki að þú farir út á þessum tímum kvöldin, ég vill ekki að sérst með vinkonunum að gera þetta. Þú veist, hvar stoppar þetta? Já, nákvæmlega, getur farið út í eitthvað svona meira. Red flag, red flag. It's a red flag, en svo það líka bara svona, þú veist, maður skilur náttúrulega maður vill að, þú veist, makan manns finnist maður líta vel út og svona, en ég meina þú veist þetta samt, ég myndi flokka þetta undir svona smá controlling. Þetta svolítið controlling, sko. Þannig að það bara, þú veist, eins og segja, hann má hafa sína skoðun á hlutunum svo lengi sem hann ekki að segja hvað þú átt að gera. Þetta þarf að vera svolítið bara svona, mér finnst þetta ekki flott, en þú ræður auðvitað hvað þú gerir, skilur. Þannig að það bara alveg eins og bara eitthvað svona, ef þú væri að fara út í einhverju peysu og kærastinn bara minnst ekki flott peysa, en þú veist, þú ræður náttúrulega hvað gerir. Sko, ég myndi samt bara einhvern veginn aldrei segja við partnerinn minn bara eitthvað, þú veist, eins og persónulega. Þú veist, ég myndi fara út í ruslapoka, það væri bara eitthvað, you go babe. En þú veist, það enginn að fara að gera það, skilur við. Who knows? Sko, ef við tökum fyrir dæmi bara eins og skegg fyrir mér, ég hef aldrei verið mikið fyrir eitthvað skeggrót, skilur við. En ef að partnerinn minn væri bara eitthvað, mér langar að gefa þetta saman skeggi, og þá væri ég bara ekkert, þú veist, ég væri ekkert bara eitthvað, nei. Nei, okkur, þú ég myndi segja, ég myndi kannski svona my preference að vera ekki með, en ef þú vilt það þá styð ég þig í því, skilurðu, af því það er good partner. Algjörlega. Já, og svo bara eitthvað, hei, við erum að fara að gifta okkur, ertu til í að vera ekki með svona mikið skegg á giftingarmyndir? Þá getur maður svona aðeins kannski. Já, bara svona værið til að trimma aðeins eða eitthvað. Já, bara fyrir svona special case, Já, nákvæmlega, en þú veist, það er náttúrulega hægt að, þú veist, vera bara eitthvað svona, mínu praffar eru þetta, en þú veist, þetta er samt bara svona, þú veist, ég veit ekki, þetta er eins og mín hugsun ást er bara svona, ég elska manneskjuna bara svona, þú veist, ég elska Hlínu eins og hann er, skilur. Já, og bara vera supportive. Já, þú veist, og þetta er bara svona, þú veist, bara svo lengi sem hann hugsa vel sig og líði vel og þú veist, það er bara svona, það er það sem ég finnst skipta máli. Já. Og þú veist, ef þetta er ekki eitthvað svona það sem er bara að fokka upp í manni heilsunni eða bara eitthvað svona basically bara að, þú veist, rústa þér líkamlega og andlega, skilur. Þú veist, þá myndi maður alltaf taka inn í og vera bara eitthvað, heyrðu, ég er samt bara að hugsa þig og að þér líði vel. En þetta er bara svona útlitstengt, skilur, og þetta er bara eitthvað svona, mér langar bara smá lipfiller, bara eitthvað, girl, you do you, sko. Þú veist, gera það sem þið langar að gera. Ef þið langar að gera, you do it. Já, líka út af því að hún segir þarna að hún hafi verið með lipfiller þegar þau byrjuðu saman. Já. Þannig að mér finnst pínu skrítið að, þú veist, hann byrjaði með henni þegar hún var svona. Af hverju ertu að reyna að breyta henni eftir á, skilur? Já, mér finnst það pínu weird. Það væri öðruvísi ef hún væri bara eitthvað, hún hefði verið svona en er að fara í einhverja gigantíska breytingu, skilur við, þá myndum maður kannski svona alveg, já, ok, hann er ekki beint að vera bara eitthvað, já, gerðu það, því hann fílaði þig eins og þú varst þarna, þá værum við komin út í smá annað, þannig að, en með við þetta, það er svolítið red flag, guys. Red flag. Já, svolítið þar, sko. Þannig að leður farin að kontróla partnerinn. Já. Ok, sko, næsta sem ég er með. Bring it. Ok, þetta myndi ykkur finnast turn off ef kærasti ykkar myndi ekki vilja fara niður á ykkur? Myndi okkur finnast það turn off? Ég myndi bara finnast það vera red flag. En líka bara eitthvað, ok, hann ætlar ekki niður á ykkur. Þá þú ekki að fara að gera það heldur. Nei, ætlast hann til þess samt að þú fari niður á sig. I'm sorry, but... It doesn't work like that. Nei. Þú þarft að, þú veist, give to get, skilur. Sorry, mér finnst það að vera turn off. Ekki nema bara líka, þú veist, ekki nema bara henni finnst það að vera turn off, skilur að hann fari niður á hana, þú veist, ef hún vill það ekki, já, nákvæmlega. Hún veit náttúrulega ekki hverju preferinn eru. En ég myndi bara spyrja hann, þú veist,
af hverju vill hann það ekki? Já. Eða skilurðu, eða þú veist... Nennir ekki að gera vinnuna. Já, einmitt. Er það málið eða, þú veist, þarf hún kannski að fara take care of her hygiene eða eitthvað? Fattar þú? Já, en ég meina þú veist, það er annar mál. Við erum ekki að fara út í það, út af því að þú veist... Akkurat, alveg svona af hverju er hann ekki að vilja það, þú veist. Já. Ég myndi alltaf fyrst og fremst spyrja að því. Já. Þú veist, einmitt, það er alltaf bara... Og ef hann er bara eitthvað, ég bara fílaði ekki yfir höfuð. Fuck off. You ain't getting no suckity-sucky. Kannski langar húnum bara suckity-sucky, skilur. Já, nákvæmlega, ég væri bara, do you want to suck your own dick then? Oh no, sko, en líka bara, ok, þú veist, þetta er líka svona að vera selfless, þú veist, in bed, skilur, þú veist, að vera ekki selfish in bed, af því að þú veist, þetta er að, að sinna partnernum, skilur, þínum og þú veist, þetta er svona ákveðið þing, þú veist, sumir bara fíla þetta í tætlur, skilur, og það er kannski bara eitthvað svona ekstra mikið turn on að, þú veist, láta partnern fara niður á sig. Og ég myndi alveg 100% vera bara eitthvað, ef þú ætlar ekki niður á mig, þá ætlar ekki niður á þig, skilur. Það þarf að vera mutual respect dæmi í gangi, sko. Já, algjörlega. Þannig að ég myndi bara komast að því, girl, bara, what's his problem? Já, af hverju ekki. Kannski kann hann það bara ekki, ég ætla að hrættu. Já, einmitt. What do I do? Minnir mig á þarna, hvað heitir myndin? Friends with Benefits eða eitthvað, það sem hann var eitthvað, tomato! Og bara eitthvað, relax, you're not a lizard! Nei. Já. Þetta moment var bara eitthvað, hann bara, ég er bara bestur í heimi og hún bara, you fucking suck, skilur þú? Allir gerðum hvað og mér er þetta með eitthvað, Þannig að, já. Nei, einmitt, það er bara líka guys, það er grænt flagg þegar you go down there, go downtown. Já, og ef þú veist hvað þú ert að gera, en það er ekki kannski red flag ef það er farið, þú veist, endilega bara eitthvað strax í þetta við fyrstu kynni, mér finnst þetta oft vera svolítið intimate, þannig að mér finnst oft, það þarf líka að vera... Já, það þarf ekki að vera eitthvað fyrsta date, skilur. Nei, nákvæmlega, en þú veist, þegar þú ert í samband við manneskjunni, þá er það skrítið að skilur. Já, þú veist, maður vill náttúrulega líka bara vera að explora, gera nýja hluti og þú veist, maður vill náttúrulega bara prófa sig áfram í kynlífinu. Já. Og ég myndi alveg 100% setja rautt flagg á það ef það væri bara eitthvað aldrei gert. Já. En síðan líka mér bara ræða það við maka sinn það, þú veist, bara eitthvað, þú veist, alltaf bara communication is key. Talið bara alltaf saman, eða er eitthvað sem er svona eitthvað bak ykkur í sambandinu og þú veist, og ef hann vill ekki ræða red flag. Ángríns. Það er bara, ef þú veist, partnerinn er ekki tilbúin til að ræða við hlutina, þá er það alltaf rautt flagg. Já. Þannig að... Og eins og ég segi, ef hann er samt líka þar að vera bara eitthvað, hann vil ekki fá tótt, þá er þetta svolítið mutual, skilur. Þá vill hann bara ekki neitt. Ekki nema samt að gælan, ef hún er bara eitthvað, mér finnst það bara ógeðslega mikilvægt, skilur, þú veist, í sambandinu. Kannski er þetta bara eitthvað þeng, af því að þú veist, eins og við vitum að konur fá ekki auðvitað fullnægingu í gegnum leikvöngin, það er ekkert alltaf sem það gerist og kannski þarf eitthvað meira stimulation, þú veist, hvort sem að sé, þú veist, þessi leiða önnur. Þannig að kannski er þetta bara eitthvað sem henni vantar eða eitthvað og þá þarf kannski bara að sinna því. Og þú veist, og ef hún er bara eitthvað alltaf unsatisfied, þá er það líka bara ógeðslega slæmt. Maður heyrir það mjög oft og mér finnst mjög skrítið þegar að, þú veist, gæjar eru bara eitthvað, já, búnir, ég fekk mitt, bye. Þú veist, maður heyrir þetta svo oft, skilur, og gælur eru bara eitthvað, já, var þetta geggjað? Já, amazing. Af hverju myndi gæjin ekki vilja leave a good impression, skilur? Af því að þeir gæjar sem eru actually good, þá eru gælur að fara að tala um það, skilur, og þú veist, það er alveg að fara að vera geggjað plús ef þú veist hvað þú ert að gera. Já, en þú veist líka bara, einmitt, þetta að vera ekki selfish in bed. Það er bara, og þú veist, og einmitt líka bara alveg eins og með stelpur, þú veist, bara svona ekki liggja, bara vera bara eitthvað skata, skilur. Dead fish. Já, bara eitthvað, og þú veist, heyrist ekkert í þeim, bara eitthvað, I'm a body, eitthvað, kannski fílar einhverja, I don't know, náriðlar eða eitthvað. Við erum komnar út í eitthvað. Þetta er ekstra. Bæði og ég áttur að horfa á hérna nýjasta Netflix-þáttinn, hann er Monster. Ed Gein, já, ég var að klára það. Var það ekki eitthvað svo náriðla dæmi? Já. Bara eitthvað, take the skin off and put the face, bara eitthvað. Já, þetta er náttúrulega, sko, Ed Gein er náttúrulega basically
fyrirmynd fyrir Psycho, Texas Chainsaw Massacre og Silence of the Lambs, serial killerinn, þetta svona búið að taka sögurnar hans og hann gerði svo fucking mikið, voru að horfa á þetta. Já. Þetta geggjað þetta, guys. Þú sérstaklega fílir svona serial killer en þetta sick as shit að þetta gerist náttúrulega allt í alvörunni. Oh my god. En já, on to the next. On to the next, já, hjá þér. Herðu, já, Hey guys, fyrirverandi kærasti minn komin í annað samband. Já, þetta svona skringilega. En ennþá að senda á mig og spyrja nektarmyndir og segist vilja hitta mig á alls konar slæmt. Núverandi kærustuna sína. Á ég að segja henni eða bara láta þetta alveg í friði? That is a big fucking red flag. Sko, við erum bara búin að vera með rauða flaggi. Já, ég veit ekki, kannski erum við bara með svona þannig krassansur. En þú veist, þetta er bara, já, sko. Ef einhver gaur að biðja nektarmynd af annarri gælum kærastunni sinni, þá það red flag. Sko, já, og þetta er fyrirverandi kærastunnar, þannig að bara good fucking riddance að þú sért ekki með þessum gæja lengur, gott hjá þér. En greið kærastan hans. Já. Greið fucking kærastan hans. Og þú veist, ég vona svo innilega að hún sé ekki að senda nektarmyndir, af því að það er náttúrulega bara líka mjög slæmt. En þá hún líka bara að downgreita sjálfa sig svo mikið. Já, hún er líka bara að taka þátt í framhjáhaldi. Já, og taka þátt í framhjáhaldi En hún segir og þú veist, hann tala líka illa núverandi kærastuna sína og fucking fucker. En hún segir, á ég að segja henni eða bara láta þetta alveg í friði? Alltaf segja. Já, ég myndi segja. Þú veist, þetta er líka bara eitthvað svona, að því að hann er að blanda þér inn í þeirra samband. Já. Og hann er að, þú setja þig í þessu stöðu og þú veist greinilega hver kærastan hann segir. Já. Já, ég myndi 100% vera bara, og hann er líka fyrirverandi kærastinn, var ekki bara eitthvað, fuck you dude. Hann er fyrirverandi for a reason. He's a fucking ex, og þú veist, þetta er bara svona, já, ég myndi alltaf vera bara, ég myndi senda hann bara eitthvað, hæ, heyrðu, veistu hvað, þessi sameiginlegi maður sem við höfum sofið hjá, fuck him, hann er að, þú veist, senda þetta á mig, ég er já, tala svona um þig, þú veist, girl power. Svo myndi ég líka bara blokka hann, alls það þar. Já, ég myndi ekki taka þátt í þessu, skilur, þú veist, bara... Block his ass og bara bye bye. Já, akkurat, bara ekki indulge í, þú veist... Og ef ég væri núverandi kærastinn, þá myndi ég gera það sama. Já, þannig að bara, svona kallmenn eru svolítið bara svona, þú veist, keep the fuck away. Já. Þetta er ógeðslega leiðilegt næmi, þannig it's a big red. Yes. Vildu vera með stærri svona, sko. Já. En já, next. Hvað finnst ykkur að kærasti ykkar sé að læka Insta-posta hjá öðrum gælum og sé með gælur á Explore page? Byrju, núna segðu það aftur, ég datt aðeins út. Hvað finnst ykkur að kærasti ykkar sé að læka myndir á Instagram hjá öðrum gælum og sé með gælur á Explore page á Instagram? Þetta getur verið hér og þetta getur verið hér. Út af því að fyrir eftir er þetta, þú veist, vinkonur hans eða er þetta bara einhverja random pýr sem hann þekkir ekki, þá er þetta hér. Sko, ég segi alltaf red flag ef það er, ef þetta eru bara einhverja random pýr. Já. Þú veist, ok, ef það er að leika myndir af systur sinni, mömmu sinni, frænku sinni eða eitthvað svona þannig. Af því hún segir ekki að þetta sé einhverja svona bossamyndir, bara einhverja random gælum. Eða, þú veist, hún segir ekki, þetta er bara, hún segir hérna, kærasti ykkur sé að læka Insta-posta hjá öðrum gælum. Sorry, mér finnst bara ekkert af því að læka Insta-posta hjá öðrum gælum ef þetta eru venjulegi póstar og fólk sem hann þekkir. Já. En ef þetta eru gælur sem hann kannski bara aldrei interakta við, er bara follow að því þeir eru hot, þá er red flag. Það eru 100% red flag, samanlega því. Þú veist, þetta er svona, ef maður þekki fólk og svona, þú veist, þetta er bara svona, já, þetta er, þú veist, kona vinaðins eða eitthvað, skilur, þú veist, eða þannig og það bara, hún var að posta einhverju og bara, allt er góður, skilur, það var allt er góð. En Explore page, ég meina, það þarf ekki annað en að, þú veist, like eitthvað fitness tengt og þá er ég kannski komið með eitthvað podcast eða einhverja gæja sem eru að lyfta eitthvað í Explore page hjá mér. Ég myndi ekki segja þessi red flag ef að gæjin er óvart með einhverja gælur á Explore page af því það kemur alls konar shit eitthvað. Nema hann sé bara að like bossamyndir og það sé bara bossamyndir á það eitthvað. Já, sko, eins og ef ég fyrir Explore page á mér þá er mér komið bara fitness píur, skilur, þú veist, að ég myndir sko mikið af, þú veist, svona æfingavídeóum og svona hjá stelpum og maður alltaf bara damn, þú veist, good looking girls þarna og eitthvað, en síðan sko hugsa ég ef ég myndi sjá þannig á Explore page-inu á mannum mínum, þá væri smá svona, hvaða fitness-vídeó ert þú að skoða, skilur? Já, það væri smá weird, sko, en ef þetta er bara eitthvað svona,
þú veist. Ein og ein mynd Já, eitthvað, en þú veist, það þarf ekki annan að vera, hann hafa verið að skoða, þú veist, eitthvað ríl eða eitthvað poppað já, eða eitthvað síðu með, þú veist, fötum fyrir kvenmannalita, gjöf eða eitthvað, það getur komið upp, skilurðu, þannig. Þannig ég myndi alveg taka því með vara hvers konar myndir og þannig, þú veist, þetta er ekkert alltaf red flag, sko. Nei, en red flagi væri náttúrulega ef þetta væri stelpur sem maður þekkir ekki eða einhverja svona instamodels eða eitthvað svoleiðis sem að þú veist. Er þetta þannig? Þú veist, er þetta bara gælur sem að hann í rauninni eru ekki vinkonur hans, honum finnst bara hot, hann er að followa þar að þeir eru hot. Það var það red flag. Það var það red flag. Guys. Ef þetta eru, þú veist, vinkonur hans, og þú veist, it goes both ways. Eða þú veist, bara vinnufélagar sem að, og þetta er ekkert endilega bara einhverjar, þú veist, show-off myndir, þá var það. Það er bara green flag, ef það er bara eitthvað like to support friends and family, þú veist, það var allt í góðu. Já. En einmitt, þannig að þetta er svolítið svona vegumynd og þar, en líka mynd bara, þú veist, talk to your partner, tali saman og verður bara eitthvað, hey, af hverju er Explore Page-ið bara svona gælur? Já. Eða bara eitthvað, ég sé hérna að þú ert að læka þessa manneskju, skilju, og á meðan við erum í sambandi og þú veist, þetta er bara svona, what's the point? Af hverju ertu að láta vita af þér? Við vitum alveg bæði hjá strákum og stelpum að það eru ákveðnar týpur sem eru að læka allt, skilurðu. Já. Og maður sér alveg hvaða gælur eru að læka gæina bara út af því að, þú veist, það er eitthvað svona dæmi, annarkvort þau hafa verið að deyta, finnir hvort annað á einhverju, þú veist, datingplattformi, skilurðu, þetta eru sexy myndir eða bla bla bla, þú veist, eða þá, þetta er bara genuinely, þú veist, þeir þekkja hvort annað, skilurðu, það er annað mál. Það er annað mál, en þú veist, já, samt líka svona, þú veist, mér samt skrítið ef að, ég veit ekki. Það er svona, by the way, þetta eru líka, þú veist, þótt að sögurnar koma frá stelpum. Já. Þá er þetta samt, it goes both ways, það sem við erum að tala um. Þú veist, þannig að þú veist með eitthvað fuck that guy, ef þú verður stelpa var líka bara fuck that girl. Þú veist, þannig að við erum ekki eitthvað að heita á kallmenn, by the way. Nei, þetta gengur bara leiðir, algjörlega 100%. En þú veist, þannig að, já, mér finnst það svona, þú veist, ok, allt er lagi að læka vinavandamenn og þú veist, og hérna, hvort sem að séu stelpur eða strákar eða eitthvað svoleiðis og þú veist, bara svona, ef maður reynir að vera supportive, bara eitthvað, þú veist, ok, einhverja rektamyndir þar, þú veist, það er bara eitthvað svona, ok, geggja, þú stóðstu vel rektinni, like, skiljur, þú veist, allt er góðu. En ef þetta er bara eitthvað random lið sem þú þekkir ekki, þá er það weird. Já, og þú ert bara að followa af því að þið finnst þú sæt eða finnst hann hot eða eitthvað, þá er þetta svona pínu svona. Já, ég myndi alltaf bara konfronta, sko. Já. Ég var alltaf bara eitthvað, excuse me, what is this? Einmitt, af því að þú veist, það er líka alveg turn off, hvort sem þessi gaur að gæla, sem er að fá, þú veist, like frá þessum gæja sem þú veist að er í sambandi, þú er aldrei hitt hann, þú átt ekkert, þú veist, maður hefur lendið í þessu, sko. Já, nei, ég er með svo marga svona gæja sem ég er að hugsa um, sem eru, þú veist, secretly að læka hjá manni. Já, eða setja hjarta í story. Já, setja hjarta á storyum, svo einmitt parturinn sjá ekki. Maður er eitthvað svona, hver er þetta? Og svo kíkir maður og það er bara family photos og nýgiftur og maður er bara eitthvað, dude, come on. Já, don't fucking do that. We don't like that. That's gross. Þú ert að vera undirförull og ég veit ekki alveg. Þótt ég væri ekki eins og í sambandi, ég væri svona bara eitthvað, oi. Já. Nei, þú veist, ég fæ bara mitt bara svona, vá hvað ég fein að vera ekki kærasta þín maður. Já, nákvæmlega, einmitt. Það er það sem við hugsum það. Við hugsum það. Já, við erum ekki eitthvað, oh my god, hann hefur áhuga á mér. Oh my god, nei, bara eitthvað, fuck. Fucking fuck off. Hvað ætlaðu sem búin að segja fuck off til þau? It's making us a little bit mad. Hefðu, ok. Já. Áðurum förum we don't like stinky bastards. No, we don't. Nobody does. Hefðu, sko. Já, hvað finnst ykkur að kærasti ykkar, búin að vera saman síðan í byrjun árs, sé að banna ykkur að snappa og vera í samskiptum við strákavinni ykkar sem er búin að vera vinur ykkar alla tíð? Ég og vinur minn erum búin að vera mjög góði vinir lengi og urðum smá situationship sem varð ekkert úr og urðum bara vinir og ekkert á milli okkar núna. Hvað finnst ykkur? Mér finnst eins og hann treysti mér ekki. Ok, þetta er undarlega smá erfið staða. Já, sko. Ef að þú átt vin, sem að hefur einhvern tímann eitthvað gerst á milli ykkar. En ok, situationships, er það því það þá að hafa verið svo saman? Er það? Ég myndi halda það. Já, er það ekki? Eða sko, já. Þú veist, ef við erum að tala um bara eitthvað childhood thing, þá skiptir engu máli fyrir mér. Já, eða þú veist líka alveg bara svona hversu langt síðan gerast. Já, af því að þú veist, við erum fullari fólk, sko, og við þurfum alveg að... En við náttúrulega vitum ekki heldur svona hvort að þau séu bara, þú veist, 17-18 ára eða eitthvað, skilur. Nei. Þannig að... Sko, þú veist, ef ég væri, þú veist, gælan og kærasti minn væri að tala við stelpu sem hann hafði einu sinni verið að sofa hjá,
Ég myndi alveg vera smá, ég væri bara eitthvað, hey, þú veist, sorry, þú veist, nú erum við bara saman, þú veist, hversu mikið góð vinkona hún, skilurðu, og þú veist, ef þeir eru svona ógeðslega miklir vinir, viltu það ekki bara vera með henni? Fattaru? Akkurat. Þú veist, what's the point? Já, mér finnst það líka mynd svona, ef hún eitthvað svona í miklu bandi við hann og þau voru einhvern tímann eitthvað, þú veist, sem var aldrei úr, maður samt bara svona, ok, en ef þau voru eitthvað svona svo saman, þá þetta samtilega weird. Já, þú ert svolítið búin að skemma það friendzone-ið, skilurðu, af því að það hefur alltaf verið eitthvað sem var svona wanting hlið í að vilja hvort annað og það er mjög erfitt fyrir núverandi partner að sætta sig við það að það gerist ekki aftur. Já, og síðan svolítið líka bara svona að setja sig í spor annara, skilur, þú veist, myndið þú vilja að vinkona hans væri einhver stelpa sem hann væri búin að sofa hjá? Einmitt. Þú veist, það ekkert góð tilfinning að hugsa bara eitthvað, hey, ég alltaf að fara að hitta þessa stelpu og þau eru búin að sofa saman eða var eitthvað á milli einhvern tímann og þau eru ógeðslega góðir vinir. Þú veist, ég myndi ekki segja að hann þurfa að hætta, að þurfa að loka alveg á hana, en ég myndi leggja þessum vinskap ákveðin mörk, skilur, ég myndi ekkert vilja að hann væri eitthvað að tala við hann í síman langt fram á nóttu eða chilla í vídeo heima eða skilurðu. Já, ég held að það myndi bara skapa meiri streitu en ekki og svo fælir bara svona, ok, þú veist, hversu miklu máli skiptir vinskapurinn á milli þessa gæja og þín versus sambandið þitt, skilurðu. Akkurat, þú þarft svolítið að vega með þetta þarna og pínu leggja þessum vinskap ákveðin mörk eða ætlar að vera í sambandi. En líka hún segir, þú veist, mér finnst það svona treysti mér ekki, ok, þú veist, ég held samt að það snúist ekki að þú veist, að þau traustir alltaf á henni og þú veist, allt í lagi ef að þú veist, það þarf ekki að vera að hann treyst ekki, en þetta meira bara svona þú þarft að sýna respekt fyrir partnerinn. Já, þetta bara svona ákveð óöryggi sem getur komið upp hjá fólki, þú veist, að það getur verið bara svona triggerandi, bara eitthvað svona, ok, þeir eru að spjalla saman, hvað það að tala, skilur, og maður einhvern veginn líka bara, þegar maður er í sambandi, þá vill maður alltaf bara, þú veist, að partnerinn manns sé bara besti vinur manns og svo á maður einhvern annan besta vin sem gaur og þú svafst einhvern tímann hjá, það eitthvað skrítið. Það mjög weird. Þannig að þú veist, ekki það að segja eitthvað kallmanns og kvenmanns vinskap, en það oft bara svona, þú veist, það oft svona erfitt, sko, sérstaklega þegar maður er í sambandi og þú veist, og sérstaklega ef það var eitthvað einhvern tímann á milli ykkar, skilur. Já, af því þá þetta ekki lengur like brother, like sister. Nei. Það er bara, sorry, þú ert bara búin að skemma það þarna. Þannig að við getum ekki sagt það undir sama hatt. Því maður á alltaf einhverja, þú veist, auðvitað maður bara kynnist fólki og þú veist, maður á alltaf einhverja svona kunningjavini og eitthvað svona sem maður spjalla við og hæ og bæ, skilur. En ég meina, þú veist, eins og Hlynur bara besti vinur minn, þú veist, mér myndi finna svo skrítið ef ég ætti einhvern annan vin sem væri strákur og væri bara eitthvað besti vinur minn líka, skilur, þú veist, ég veit ekki, mér myndi finnast það weird. Já, sko nú reyndar á ég alveg besta vini og þú veist, hef átt þá bara, skilur, bara frá æsku. But have you had sex with them? Nei, akkurat. Af því að það hefur alltaf verið bara þessi vinskapur, skilur. Já, akkurat. Þannig að þú veist, það hefur aldrei verið eitthvað svona issue í mínum samböndum af því að, þú veist, það bara sést hvernig við erum og hvernig við interaktum og þetta svolítið svona brother-sister dæmi, sko. Þannig að fyrir alltaf eftir hvar vinskapurinn liggur, skilur. Þú veist, þannig að svona, einmitt, hversu, þú veist, þetta nógu mikið til þess að hann verði afbrýðisamur, þú veist, það tala það mikið saman að þetta sé svona, ok, þú veist, mér finnst þetta skrítið. Já. Þannig að þú veist, og maður verður svolítið eins og bara svona, settu bara í hans spor og gáðu hvort að, þú veist, þannig að, girl, þú ert svona pínu red flagging it og mér finnst það ekkert eitthvað svona, mér finnst það ekkert skrítið að hann sé að questiona þetta. Nei, bara alls ekki. Út af því að þú tókst línuna og ert búin að eiga situationship með hann og þá ertu bara, sorry, ekki qualified fyrir þetta, myndi ég segja. Þannig að þú veist, mér finnst það bara svona, hann bara svona smá green flagging it, sko. Já. Þú veist, að vera með áhyggjur af þessu. Já. Þannig að, that's what I think. Já, sammála. Yes. Ok, hér eitt hérna. Kærasti minn getur aldrei vaknað á morgnana og sefur oft til 11 eða 2 á daginn og hann næri ekki að vakna við vekjaraklukkur þótt hann stillir 10 til 15 klukkur. Ég orðin verulega þreytt á því að þurfa alltaf að vekja hann sem tekur oft hátt upp í klukkutíma þar sem ég hef öðru að sinna. Oh my God. En að vekja hann og finnst það ekki vera minni ábyrgð að koma honum á fætur. Væri því verulega þakklátt eða vera með einhver ráð? Þetta svona he's not a fucking baby, sko. Já, ég ætla að segja, you are not his mom. Nei. Þú veist, líka bara afsakið, þú veist, þetta bara svona. Ok, þarna gæðin að sína enga ábyrgð og þú vilt ekki
byggja einhverja future með svona gæja sem að haga sem svo 5 ára. Þetta er líka bara eitthvað svona, þú veist, ég er að eyða klukkutíma í að vekja. Hvað meinar þú? Ég myndi bara labba út, ég er bara eitthvað, bitch, you take care of this, þú veist, ég er ekki að fara að vera eitthvað hérna, mothering you. Nei, bara leiður hann að sofa yfir sig, leiður hann að vera með allt niður í sig og bara you do you, skilur, og bara dump his ass ef hann er ekki að fara að laga þetta. Já, þú veist, þetta er bara... Af hverju vilja vera í sambandi með manni sem að er... Já, þú verður bara að sinna þín lífið, skilur. Krakki. Þetta er líka bara svo, sorry, Man-child. en ekkert að fara í skóla eða vinnu eða hverju gangi, skilur. Nákvæmlega. Þannig að ég myndi alltaf bara, þú veist, ég myndi bara taka bara, hey, þú veist, þú verður bara að redda þessu, ég ætla ekki að taka ábyrgð á því að þú vaknir, líka bara hvað maður væri einn. Sorry, ég hef samt bara aldrei heyrt svona atvik nema að maðurinn sé í neyslu. Þú veist, hann lítur að vera bara eitthvað... Ekki nema að sé með eitthvað svona svefn issues eða eitthvað. Já, það er eitthvað að, eða þá hann er að reykja gras fyrir svefnin og er bara... Eða bara, þú veist, ég er að fara nóg snemma að sofa, skilur. Þú veist, fara bara svo klæði 9 eða eitthvað, I don't know. Þú veist, en líka bara, ok, þú veist, hefur hann eitthvað til að vakna fyrir, skilur. Er hann að fara í vinnuskóla, er hann bara eitthvað, þú veist, bara, er hann kannski bara, gæti líka bara verið þunglindi eða þú ert bara eitthvað vakna og hefur ekkert að gera, hefur ekkert fyrir stafni. En það er líka ekkert rosalega gott fyrir sambandi að vera mannska sem er alltaf bara, hei, ég þarf að vekja þig og þú veist, bara... Sko, hann þarf eiginlega bara svolítið að reyka sig á sjálfur, sko. Já, bara hann verður að rífa sig í gang. Ég myndi vera bara, hei, þú veist, þú ert bara að fara að sofa einn þangað til. Þú bara að fara að vakna sjálfur eða eitthvað, en ég minnst það mjög skrítið. Já, ég allavega persónulega myndi horfa á framtíðina og vera bara, er þetta maður sem ég langar að byggja framtíð með? Nei, já, þú veist, engin ábyrgð, þú veist, what the hell? Það er líka bara, þú ert ekki mamma hans, þú ber ekki ábyrgð á honum og að hann vakni. Mér finnst það bara eitthvað svona weird. Ég myndi alltaf bara eitthvað svona, ef að aðilinn væri að sofa aðeins fram yfir eða þú veist, snúsa á lengi eitthvað, myndi ég svona pota í bara, hei, hérna, þarf ekki að vakna eða eitthvað. Já, einmitt. En þú veist, ef það væri bara, hún myndi bara eitthvað taka klukkutíma, ég væri bara eitthvað, well, bye. Nei, beti, sorry, þú veist, bara sofa til, þú veist, 2 á daginn. Það er rosa mikið, það er svona bara, hefur ekkert að gera það. Þú veist, það er alltaf í lagi að sofa til 2 daginn helgar eða þú ert að djamma daginn áður og hefur ekkert, þú veist, skilur við erum ekki að tala um það. Eftir nætuvinnu eða þú veist, hvað er ekki? Já, eftir nætuvinnu, þú veist, nei. En þá verður það náttúrulega bara eðlilegt að sofa á daginn og... Já. En ef þú ert bara eitthvað að fara að sofa kannski of seint og sefur út allan daginn. En þannig fæ ég líka bara svona, er manneskjan ekkert með neitt fyrir stafni, hún er ekkert að gera neitt, skilur yfir daginn, þarf hún ekkert að fara að sinna vinnu eða skóla eða eitthvað. Og er það kannski bara fucking veikur eða eitthvað, skilur við? Þegar það er gett skrítið að geta ekki vakið fólk. Já, gæti náttúrulega líka bara verið, ef það er ekkert eitthvað svona underlying sjúkdómur eða eitthvað sem veldur þess að manneskjan var að sofa ógeðslega mikið, þá myndi ég segja að það getur bara verið þunglindi eða neysla sem hún veit ekki af. Eða neysla, já, gæti alveg verið eitthvað svoleiðis, þannig að það er kannski erfitt að dæma út frá því, en ef þetta er bara eitthvað leti og bara geta ekki vakna, þá er það mjög skrítið, sko. En bara í fyrsta lagi, þú veist, þú berð ekki ábyrgð á því að manneskjan vakni og sinni sínum daglegu störfum, þannig að þú veist, ég myndi bara svolítið, já, ræða við aðalinn og vera bara eitthvað, hei, þú þarf að taka á. Já, nei, þú veist, myndir þú leikna spatt með svona gæja? Nei. I kinda did. Djók, ekki alveg svona, ég er að grínast, afsakið. Komin okkur að treða hana, sem ég er svona, ok. Sorry, þetta átti ekki að fara svona djúpt, en nei, þú veist, nei, maður tengir alveg við svona sum atriði sem hafa gerst, en... Ég meina, ég var eins og í sambandi þess að ég setti svona apa með svona og bíl sem var bara eitthvað bara ofan á gæjan og því hann var bara en þú veist, það var neysla, skilurðu, obviously, og eitthvað sem ég vissi ekki hann væri í at the time en kind of realized út af þessu. Ég hef aldrei lent í þessu eitthvað svona svo til langt 2 daginn, meira mynd bara svona að maður sé ábyrgur fyrir því að manneskjan vakni, það er ógeðslega svona asnalegt. Það er ógeðslega asnalegt. Það er sem að sé einhver svona móðhlutverki, skilurðu. Já, bara, no. Nope. Yep. Herru. Next. Já, hérna. Var að finna AirTag í bílnum mínum sem kærasti minn hafði sett í morgun. Búið að vera erfið tímar hjá okkur í nokkra mánuði, meðal annars vegna trust issues sem engin ástæður fyrir hann að vera með. Er búin að konfronta hann með þetta og hann sér eftir þessu og segist að hafa verið með móral í allan dag. Ætlaði svo að taka það úr honum aftur í kvöld en ég spottaði það áður. Hvað finnst ykkur þetta? Hvað myndið þið gera? Byrju, ég skil ekki alveg. AirTag. AirTag, já, það er svona, þú veist, basically þú getur sett AirTag einhvers staðar og þú getur alltaf séð í símanum hvar þú ert, skilur. Já, þannig að hann setti tracker á hana. Já. LOL? Já. The fuck?
it's a red flag. Sorry, þú veist, þetta ok. Sko, farið freka bara og, þú veist, ef það búið að vera eitthvað issue, talaði við makaðinn og verður bara eitthvað, hey, þið sama þó við setjum location á eða eitthvað í símanum eða sérum location, þú veist, það heilbrigð leið að spyrja hvort það megir setja AirTag, skilurðu? Já, ok, þú veist, líka bara ef einhver myndi setja eitthvað svona tracking device á mig án þess að ég myndi vita af því. Þið fucking brjáluð? Þetta svo mikið svona violation of privacy og þetta bara svona, manni líður ekki vel með það sé bara eitthvað svona að fylgjast með manni án þess að maður viti af því. Það bara fucking creepy. Þótt maður hafi einhvern veginn ekkert að fela, þetta samt bara svona alveg eins og þú veist, ef einhver myndi fara inn á miðlana manns án þess að láta maður vita. Það ógeðslega mikið violation, líka bara því þú ert ekki bara að violata þessa mannesku, ef þú ert að lesa eitthvað milli, þú veist, hennar og vinkonu eða þú ert að violata sko aðrar mannesku líka, the third people. Mér finnst allt í lagi að koma bara eitthvað, heyrðu, má ég sjá? Þá væri ég bara eitthvað, eitt mál, skilurðu. En ef það væri bara eitthvað að fara í símann svo sko, þá væri ég bara eitthvað, ok, þetta samt ógeðslega mikið brot á mínu privacy og þarna ég bara eitthvað, þú treystir mér ekki, skilurðu. Sérstaklega ef það þú veist, í rauninni engin stoð fyrir því, skilurðu. Ef þú ert bara eitthvað, ég með insecurities, ég ætla að tjekka á þessu. En ef þú ert búin að fá, þú veist, þessu skilabréf frá okkur stelpu, bara hann að halda fram hjá þér. Þú ert búin að fronta partnerinn, hann vill ekki gera, þú veist, þá myndi ég skilja að þú myndir kannski... Líka bara eitthvað, ef þú myndir spyrja partnerinn bara eitthvað, heyrðu, má ég sjá eða má ég vita hver þú ert, mannski myndi segja nei. Já. Þá var ég bara eitthvað, ok, ég að fara að kíkja í símann, skilur, bara I'm sorry. Þá erum við búin að, þú veist, reyna, skilur, A, B og C. Bara svona basically eins og ef einhver bíll lagður, skilur, einhvers stað sem hann á ekki að leggja, þú setur miða í gluggann, þú veist, þú gefur nokkra daga, þú gefur frest og ef ekkert gert, þá hringt í vöku og bíllinn tekinn, skilur. Þannig að þú gerir nokkra hluti áður nú færð þangað. En ef þú fer beint þangað No, it is a red flag. Þetta bara, þetta líka bara svo mikið svona, þú veist, eitthvað fylgjast með hvar hún og eitthvað svona, ég veit ekki, fæ bara svona, þú veist, og líka bara þá getur líka þessi aðli farið bara svolítið í stað að því að mannskjörn obviously ekki að ræða við hana hvað að angra. Og þetta bara obsessive hegðun og þetta bara svipað eins og að myndi setja fólki myndavél á klósettið, skilurðu. En ég meina, þú veist, þá getur allir, bara hvað prumplið var þetta hljómaður ekki eins og þú. Þessi saga hefði átt að fara í fyndnar sögur en þú veist, af því að ástæðan fyrir ég segja þetta af því að ég bustaði einu sinni gæja sem var búin að fela myndavélina á klósetti í Váer. Þú sagði mér frá þessu. Við vorum leiðin til LA og hann faldi síma sinn inn í hérna bréfdótinu. Þú veist, þess að þú tekur, þú veist, bréfin, þannig að þú veist, bara, þú veist, myndavélinn stóð upp úr og það var bara eitthvað kona á dollunni sem bara eitthvað spottaði þetta. Herðu, fer til mín bara eitthvað, þú veist, ég var hérna Capri í miðunni, skilurðu, at the time, bara eitthvað, það myndavélinn á klósetti. Ég bara eitthvað að fríka út, skilurðu, og fer og tala við flugstjórann og hann fer í kallkerfið og bara, herðu, við fundum hérna myndavél inni á salerni þarna, vinstrilegt komdu fram í og eitthvað. Og þá kemur hérna einhver sveittur gaur eitthvað. Ég veit líka bara hvað allt einu stendur einhverjum, ég myndi ekki, þú veist að ég myndi og veistu hvað hann sagði? Hann var bara eitthvað, ég var bara að mynda sjálfa mig og ég gleymdi síðan. Fucking bullshit. Og flugstjórinn bara eitthvað, bara opnaði símann núna og það var bara, þú veist, eitthvað 20 mínútna vídeo bara fullt að liður af fucking á dollunni. Nei. Og hann bara eitthvað, þú díldar þessu núna. En þú veist, hann lét hann bara dílda vídeónu og sleppti honum. Ég var bara, hvað fucking dólgabréfið? Á hverju ekki bara fucking settir í jailið og leiðan lendir, skilurðu? Þetta bara 100%. Bara straight to jail. Þetta ógæðslega mikið þenni, straight to fucking jail, on jokes. Bara eitthvað, ew. Oh no. For being a pooper. Oh nei. Oh my god, þetta besta fætti sem ég veit the worst. Á hverju myndir vilja sjá annað fólk vera að skeina sér? Það alls konar til, sko. Bara, ég myndi frekar vilja skilur serial killer sem bara eitthvað Take my skin, I don't care. Bara eitthvað æli. Nei, agreed. En já, það sem ég myndi gera í fyrsta lagi við þetta með AirTag og það. Já. Ég myndi klálega að vera bara eitthvað, þetta ógeðslega mikið violation af bara trust og privacy og 100% bara, alltaf ræða saman hlutina, en ef hann enda að vera bara eitthvað, þú veist, ég vil bara vita hver þú ert, hvert þú fara og eitthvað, þú veist, þá er það bara 100% hans vandamál. Já, og hann bara að vera ógeðslega obsessive. Já. Og þetta bara að fara að vera verra örugglega. Já, þetta lagast ekki ef hann að gera þetta án þess að vitir af því. Nei. Og það ógeðslega slæmt.
Af því að þetta líka býr til bara spennu og óryggi í sambandinu. Já, og það er svona gæi alveg líklega til þess að setja upp bara hljóðbunna inn í íbúðinu líka og hlera hvað þú ert að segja og allt þetta skilur. Pældi líka bara, ef hún bara að fara einhvert skilur, þú veist, og þarf að stoppa einhvern stað, bara hvað varst að gera hérna fyrir utan þarna, bara hvernig þess tala og þú veist, og þetta alltaf bara að skapa eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona rifrildi og bara, þú veist, þetta svona, þú þarf alltaf að þurfa að útskýra hvað þú ert að gera, þú veist, þetta bara, það ekki lagi. Þetta hræðilegt. Fólk á að geta farið bara í einhverja búðu eða eitthvað án þess að sé bara hvað varst að gera þessari búðu, bara eitthvað, It's a big red flag. Þannig að, já, mástu með meira. Herðu, já, ég með eitt viðbót. Ok, ég og kærastinn minn höfum verið saman í ár núna. Gerum oft margt saman en ég þarf alltaf að borga allt. Borga alla skyndibitastæði, stundum föt fyrir hann, alla bragðarifi. Hann samt að vinna jafn mikið og ég en kemur alltaf með svo skrýtnar afsökunir bara ef ég borga ekki munum við ekki gera neitt. En þegar hann heitir vini sína fer alveg að kortinu hans þá. Hvað finnst ykkur? Mér finnst þetta svo leiðilegt en svo erfitt að segja þetta aftur og aftur. I'm sorry en þú veist, oi. Þú veist, en líka bara afsakið. Hversu ekki turn off? Ég væri bara eitthvað, hvers konar motherfucking loser ert þú? Ert þú ekki kallmann í sambandinu? Be man. En samt bara, þú veist, bursið frá því skilur að hún að kaupa fyrir hann föt. Nei, þú veist, I can't, sko. Þú veist, líka bara eitthvað svona, þú veist, ok, þú getur nú alveg bara... Keyptu þín föt sjálfur. Já, send þínu shit sjálfur, ok, og ef þið að fara út að borða og eitthvað svona, þú veist, split that eða þú skiptist á að kaupa. Nákvæmlega. Það er ekki alveg að vera bara eitthvað alltaf hún... Nei, en þú veist, þegar ég segi hann be a man, keep your own shit sjálfur og skiptist, þú veist, þegar þú ert komin í samband, þú ert svona semi-skilur með sameiginleg fjármál upp á það að gera kaup í matinn, borga leigu, þú veist, þeir splittið í, sérstaklega ef þeir eru kannski með jafn mikið í laun. Já. Ef annar aðalinn með meira í laun, þá ekkert að því að adjusta það út frá því, skiluru. Já, algjörlega. En þetta... Búa til einhverjum málamiðlanir, en þú veist, en mér finnst mjög skrítið samt að, ok, segjum svo bara, að þú veist, það kom ekkert fram hvort að hún væri að fá meira útborgað. Nei, hún sagði, við erum með jafn mikið í laun. Já, við erum með jafn mikið í laun, hann vill bara eyða hennar pening þegar þau eru saman. Já, ok, það sem fárlegt. Þannig að sorry, en þú veist, það bara... Og líka sérstaklega, sorry, þetta með að kaupa fötin, ég fæ bara svona, ok, þú veist, af hverju það kaupa handan föt? Nei, veistu það, ég fæ Ef það er ekki gjöf eða eitthvað svoleiðis frá þér, þá finnst mér mjög skrítið ef að þið værið bara eitthvað saman í búði, hann bara, ég vil fá þetta og þetta og þetta, bara hérna, hver er kortið, skilur? Já, bottom line, þetta er red flag. Já, ef hann er eitthvað að eyða þínum peningum og getur ekki eytt sínum peningum og þeir eru jafnlauna og... Ef hann getur ekki hugsað sjálfan sig. Já, basically svolítið, nema einmitt hann sé eitthvað með vinnum sínum, skilur. Já, einmitt, þú veist, þá er hann bara... Einmitt, líka er hann bara eitthvað að... Þá er hann ekki að tíma að eyða sínum pening með þér og læta þig, nei, en það er svona, ég get látið hann að borga þegar við erum saman, en síðan bara eitthvað, en ég fer að gera eitthvað skemmtilegt og eyði mínum peningum. Já, nei, það bara... Sko, ég lenti einu sinni í því að ég fór á date með gæja sem að, þú veist, við fórum í bakriði daginn eftir eða what the fuck og hérna... Þú búin að segja þessu? Var ég búin að segja, ok, og í bakariðinu og hann átti ekki pening og í allt ykkur ég borgaði nema svo bara að sýnda mér, þú veist, á FaceTime að hann var með bara eitthvað 300.000 kall í evrum og var á leiðin til útlanda og ég bara eitthvað... Þannig að hann vildi ekki eyða sínum peningum. Þú vildir ekki eyða þínum pening í þinn eigin bakari sem að þú list mér borga, skilur. Já, akkurat. Og ég hætti að tala við hann. Þannig já. Allavega. It's strange. So, en þetta eru sögurnar sem eru núna. Við reisum ekkert græna flaggin þetta rosalega mikið, sko. Það kom svona 1,5 grænt, held ég. Já, en það er svona, við vorum kannski heldur ekkert, þú veist, það er náttúrulega til fullt af einhverjum græna flaggsögum, en maður heyrir kannski meira af, þú veist, þess að sögurnum sem eru meira svona rauða flaggs inn á netinu. Þú veist, það er kannski ekkert margir að setja inn á netið, bara ég vil hrósa manni mínum eða konu minni fyrir að hafa gert þetta en maður veit að það er fullt af því til. Já. Þannig að ég var ekki að mikið til í ef þið eru með einhverja svona grænaflaggsögur, eitthvað svona, þú veist, það sem er kannski svona léttir á svona, ok, það er actually til, þú veist, svona góð og heilbrigð sambönd og... En fólk er náttúrulega alltaf með spurningar þegar það kemur að einhverju sem það veit ekki hvort það er grænt, þú veist. Af því að það er kannski svona, ok, er það bara skrítið fyrir mér, þú veist, alveg, er ég the weird one, að maður fer að efast eða eitthvað. Já, eins og ég var að hlusta á Kiss FM, þá komu þau stundum með eitthvað þar, þannig að þau sem eru milli 4 og 6 á daginn og það var eitthvað svona, kærastinn minn horfir á klám, er það framhjáhald? Ég er bara svona, mér finnst það ekki. Nei, að þú veist, það er náttúrulega líka bara... Þú veist, ef þetta er ekki eitthvað obsessively mikið, skilurðu, það er náttúrulega bara eitthvað weird. Líka bara að það hefur ekki áhrif á sambandir, skilurðu. Þú veist, ef hann er ekki að taka
kannski klámi fram yfir að þú veist, að vera með henni, en líka bara svona, svo ákveðið bara svona, hann, þú veist, of mikið, hann alltaf að horfa, þú veist, that's weird. Þetta bara eins og í Sex and the City, hann bara verður að kveikja á kláminu til þess að meðan það þú veist, hvernig þetta? Ræðilegt. Þú verður þetta alltaf að vera þannig, þetta bara eitthvað svona fettis, skilur sem hann vill skoða, þú veist. Þetta daglegt thing, eða? Já, en hann horfa bara alltaf á klám og það alltaf eitthvað catching him, það verður smá skrítið, sko. Þá eitthvað weird. Já, en ég meina, þú veist, flestir held ég á einhverjum tímabandi horfa á klám, skilur og prófa að skoða eitthvað. En þú veist, þetta addiction, skilur eða þetta, þú veist, innan ákveðna marka og ég myndi nú ekki segja ef þetta þar að þetta sé framhjáhald, sko. Og líka bara, nei, þetta ekki framhjáhald, en þetta meira bara svona, þú veist, hvar liggja mörkin og þetta hafa áhrif á, þú veist, sambandið, skilur, þú veist, upp á að þið geti ekki svo saman að því hann búin að vera kipi hann, skilur. Þú veist, það svona líka, eða bara svona, eða finnst honum kannski vera of lítið þar í gangi, þannig hann verði að gera þetta þarna og skoðar þá klám til þess að klára, skilur, maður veit það ekki. Nei. Þú veist, kannski ekkert allir með sama hugmyndaflug og aðri, skilur, og þurfa bara eitthvað þannig, eitthvað stimulation. Þannig allavega, bottom line, communication is key. Communication is key, alltaf tala við partnerina og ef það ekki hægt að tala við þá, eða þá það rautt flagg. Þannig að grænt flagg alltaf að tala saman og ræða hlutina án þess að einhver fari í vörn eða sé eitthvað að æsa sig yfir því, skilur. Þú veist, maður þarf ekki að fara upp á milljón, skilur, ef maður að ræða eitthvað sem maður finnst óþægilegt. Akkurat. Það bara spjallið saman og very good, very nice. Very good, very nice, yes queen. Þetta var skemmtilega þáttur. Já, takk fyrir okkur. Þetta er gaman að þessu, já. Þannig að endilega senda okkur, það hengur skemmtilega sögur á herraplani@gmail.com eða bara í Instagram messages. Við getum líka að skoða þar og það verður alltaf auðvitað anonymous, við munum aldrei gefa upp neina upp. Nákvæmlega. Þannig að takk fyrir að hlusta og sjáum til næsta þætti. Bye!